Enginn þeirra sem rannsóknarnefnd Alþingis ræddi við gengst við nokkurri ábyrgð vegna bankahrunsins. 3 ráðherrar vanræktu hlutverk sitt samkvæmt lögum ráðherraábyrgð, seðlabankastjórar og fjármálaeftirlit sýndu vanrækslu. Eigendur bankana voru sjálfir langstærstu lántakendur þeirra, Baugur fékk mest lánað í bönkunum samanlagt. Örfáir stjórnmálamenn skulduðu bönkunum samtals á 9 milljarð króna, sjálfstæðismenn skulduðu langmest. 10 launahæstu stjórnendur bankana tóku sér yfir 20 milljarða króna í laun frá 2004 til hruns. Rætt verður við Geir Haarde og nefndamenn rannsóknarnefndar Alþingis í beinni útsendingu í fréttatímanum. Og við bjóðum gott kvöld og hefjum hér kvöldfréttir þar sem skýrslu rannsóknarnefndar sem birt var í morgun ber vitanlega hæst og það er rétt að benda ykkur á að fréttir okkar í kvöld verða allnokkru lengri vegna þessa. Þar er fyrst til að taka að enginn af þeim sem sakaðir er að hafa gert mistök eða sýnt vanrækslu í starfi í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hafa gengist við ábyrgð. Er að ræða 4 fyrrverandi ráðherra og 8 embættismenn. Allir vísa þeir ásökunum á bug og telja að ábyrgðin liggi hjá öðrum en þeim sjálfum. Það er Höskuldur Kári Schram sem segir þessa frétt. 12 einstaklingar fengu tækifæri til að koma á framfæri skriflegum athugasemdum vegna skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Er að ræða einstaklinga sem nefndin telur að hafi gert mistök eða sýnt vanrækslu í starfi. Þetta eru 4 ráðherrar, þar á meðal Geir Haarde fyrrverandi forsætisráðherra og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi utanríkisráðherra. Þá fengu 8 embættismenn að koma á framfæri athugasemdum, þar á meðal Davíð Oddsson fyrrverandi seðlabankastjóri og Bolli Þór Bollason ráðuneytisstjóri. Allir vísa því á bug að hafa gert mistök eða sýnt vanrækslu og í athugasemdum þessara einstaklinga er ítrekað vísa til þess að það hafi verið ábyrgð annarra stofnana og ráðherra eða embættismanna að fara með viðkomandi verkefni. Davíð Oddsson sakar rannsóknarnefndina meðal annars þekkingarleysi og Geir Haarde skellir skuldinni nánast alfarið á stjórnendur og helstu eigendur bankana. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir segist ekki hafa búið yfir nægum upplýsingum. Nú þegar skýrsla rannsóknarnefndarinnar hefur loksins litið dagsins ljós, liggur það fyrir að enginn gengst við ábyrgð vegna hrunsins. Rétt er þó að taka fram að Björgvin G. Sigurðsson lét af embætti sem þingflokksformaður Samfylkingarinnar í dag, en nánar verður fjallað það mál síðar í fréttatímanum. Öll æðsta stjórn peningamála brást í aðdraganda bankahrunsins og fyrrverandi forsætisráðherra, fjármálaráðherra, viðskiptaráðherra, allir bankastjórar Seðlabankans ásamt forstjóra fjármálaeftirlitsins sýndu vanrækslu í starfi að mati rannsóknarnefndar Alþingis. Sérstök þingnefnd tekur ákvörðun hvort ráðherrarnir 3 verði dregnir fyrir landsdóm. Heimir Már Pétursson. Niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis er einn allsherjar áfellisdómur yfir störfum og efnahagsstjórn ríkisstjórnar Geirs H. Haarde, Seðlabankans undir forsæti Davíðs Oddssonar og fjármálaeftirlitsins undir stjórn Jónasar F. Jónssonar. Nefndin kemst að því að enginn þessara aðila hafi sinnt hlutverki sínu nægjanlega vel, enginn þeirra lagði fram tillögur þegar ljóst var að bankakerfið var að hrynja og allir töldu þessir aðilar að það veri hlutverk annar að leggja slíkar tillögur fram. Páll Hreinsson, formaður rannsóknarnefndarinnar, segir ábyrgð ráðherra liggja í frumkvæðisskyldu þeirra og þeir eigi að taka afstöðu til þess hvort ástæða sér til aðgerða í einstökum málum sem heyri undir þá. Nú eins og ráðum af umfjöllun hér að framan er það mat rannsóknarnefndar að ráðherra ríkisstjórn þeirri sem satt á árinu 2008 hafi ekki brugðust við amar slæmu fréttum og framtíðarhorfum bankakerfisins. Rannsóknarnefndin segir að þáverandi forsætisráðherra, fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra hafi snemma árs 2008 og jafnvel fyrr haft tiltækar upplýsingar sem gefið hafi brýnt tilefni til frumkvæðis að virkum aðgerðum til að draga úr stærð bankahrunsins en þeir hafi ekki gert það. Forsætis, fjármála og viðskiptaráðherra bara sjá til þess að innan stjórnkerfisins væri lagt mat á fjárhagslega áhættu ríkisins vegna hættu á fjármálaáfalli og byggja opinbera yfirlýsingar og stuðning ríkisins við bankana á traustum grundvelli. Það var heldur ekki gert. Þá telur rannsóknarnefndin að Seðlabankinn hafi brugðist hlutverki sínu. Hann hafi haft upplýsingar í ágúst 2008 alvarlega stöðu Landsbankans og verið varaður við af Seðlabanka Bretlands sem gefið hafi tilefni til ráðstafana. Bankinn hafi hins vegar sýnt af sér aðgerðaleysi. Það er niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að meta verði framangreitt athafnaleysi þáverandi bankastjórnar Seðlabankans þeirra Davíð Oddssonar, Eiríks Guðnasonar og Ingimundar Freyrissonar svo að þeir hafi þar látið hjá líða að bregðast við yfirvofandi hættu og viðandi hátt með því að grípa til viðhlítandi ráðstafana og með því sýnt af sér vanrækslu í skilningi 1. málsgreinar 1. greinar laga 172/2008. Önnur megin eftirlitsstofnunin með bankakerfinu brást líka að mati nefndarinnar.
Annmarkar hafi verið á úrlausnum fjármálaeftirlitsins og eftirfylgni margra mála hjá eftirlitinu. Skorti þannig á að markvissu og skýru skipulagi væri komið á málsmeðferð stofnunarinnar og þess gætt að hún var í samræmi við skýlusákvæði laga. Sýndi Jónas F. Jónsson, þáverandi forstjóri fjármálaeftirlitsins, þannig á sér athafnaleysi gagnvart því verkefni að koma nægilega traustu skipulagi á daglega starfsemi stofnunarinnar. Verður þetta athafnaleysi hans talið honum til vanrækslu í skilningi 1. málsgreinar 1. greinar laga 142/2008, enda var það á hans ábyrgð að annast daglega stjórnun og starfsemi og rekstri stofnunarinnar. Nú rannsóknarnefndin telur að eigendur allra stóru bankana þriggja og Straums Burðarás hafi fengið óeðlilega mikinn aðgang að lánsfé hjá þessum bönkum í krafti eignarhaldsins. Stærstu skuldarar allra bankana voru eigendur þeirra eða tengdir aðilar. Þorbjörn Þórðarson. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis mjög afdráttarlaus hvað snertir lánveitingar bankana til eigenda sinna og eru niðurstöðurnar sláandi, en skýrslan virðist staðfesta margar svartsýnustu spár manna. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að rekstur íslensku bankana hafi margt einkennst af því að hámarka hag stærri hluthafanna sem stýrðu bönkunum fremur en að reka trausta banka með hagsmuni allra hluthafa í huga. Listar yfir stærstu skuldara bankana árin 2007 og 2008 varpa skýru ljósi á þetta. Hjá Glitni var Bauer Group og tengdir aðilar stærsti skuldarinn, en fyrirtæki var stærsti hluthafi bankans í gegnum FL Group. Samkvæmt skýrslunni voru félögtengd Björgólfi Thor Björgólfssyni næst stærsti skuldari Glitnisbanka. Hjá Kaupþingi eru nöfnin kunnuleg. Stærstu lántakendur eru eigendur eða tengdir aðilar. Efstur á þeim lista Róbert Cengiz, fyrrverandi stjórnarformaður Exista, stærsta hluthafa Kaupþings. Hjá Landsbankanum hópur Baugs Group stærstur, en þar á eftir koma hópar Björgóls Guðmundsson og sonar hans Björgóls Thors, en þeir voru stærstu hluthafa Landsbankans. Eins og sést á þessum töflum var Bauer Group ýmist stærsti eða næst stærsti lántakandi allara stóru bankana þriggja árin 2007 og 2008. Í skýrslunni kemur fram að eigendur bankana virðast hafa beitt ráðandi stöðu sinni í þeim til þess að hafa áhrif á lánveitingar til félaga sem þeim tengdust. Rannsóknarnefndin telur að eigendur allra stóru bankana þriggja og Straums Burðarás hafi fengið óeðlilega mikinn aðgang að lánsfé hjá þessum bönkum að þér virðist í krafti eignarhaldsins. Þetta að lýsa því einhvern veginn öðruvísi heldur en bara sem bankaráni hábjartan dag? Ekki hægt að segja að þessir aðilar hafi hreinlega rænt íslenska bankakerfið? Ég held að það hafi komið alveg í ljós skýrt í máli mínu og að nefndin hefur raun komist þeirri niðurstöðu að eigendur bankana hafi gengið fjármunni bankana allt of frjálslega. Blaðamannafundur rannsóknarnefndar í morgun. Baugs samstæðan stærsti lántakandinn á landinu fyrir hrun fékk hátt í 1000 milljarða að láni hjá íslensku bönkunum. Sigríður Mogensen segir frá. Baugs samstæðan stendur upp úr þegar kemur að lántökum í íslenska bankakerfinu á árunum fyrir hrun. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis kemur fram að heildarútlán Baugshópsins hjá móðurfélögum stóru bankana þriggja hafi farið hæst í 5.740 milljónir evra í lok árs 2007. Það eru hátt í 1000 milljarðar króna miðað við gengi dagsins í dag. Í rannsóknarskýrslunni segir að áhætta allra bankana vegna Baugs hafi verið gríðarleg. Mest hafi áhætta Glitnis verið en útlán til Baugs-samstæðunar námi hátt í 90% af eiginfjárgrunni bankans. Í skýrslunni segir að Baugur og FL Group virðast hafa beitt ráðandi stöðu sinni í Glitni til að hafa áhrif á lánveitingar bankans til félaga tengdum þeim. Þannig hafi félögin gripið inn í eðlilegar tilraunir bankans til að gæta hagsmuna sinna. Sigríður Mogensen sagði frá. Björgólfsfeðgar beittu Landsbankanum til þess að fjármagna rekstur eigin fyrirtækja og Björgólfur Thor fékk 24 milljarða króna lán rétt fyrir bankahrun. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að bankinn hafi brotið lög með lánum til Björgólfs Thors og tengdra aðila. Þorbjörn Þórðarson. Björgólfsfeðgar og félögtengt þeim voru með stærstu lántakendum íslensku bankana fyrir hrunið. Heildarútlán móðurfélaga stóru bankana þriggja til Björgóls Guðmundssonar og aðila tengdra honum fór hæst yfir 1,3 milljarða evra eða 220 milljarða króna. Útlán til hóps Björgóls Thors fóru hæst í rúmlega 1,4 milljarða evra eða 240 milljarða króna. Alls eru þetta rúmlega 460 milljarðar króna. Þá kemur fram í skýrslunni að Landsbankinn í Luxemburg hafi að umtalsverðu leyti verið notaður til þess að fjármagna starfsemi fyrirtækja Björgóls Thors, en hann var stærsti lántakandinn og námu lán til hans og tengdra félaga alls 300 milljónum evra eða rúmlega 50 milljörðum króna á gengi dagsins í dag.
Þetta kristallast dálítið vel í lánveitingu rétt fyrir hrunið, en hinn 30. september 2008, daginn eftir þjóðningu Glitnis og aðeins viku fyrir setningu neyðarlaganna, fékk Björgólfur Thor lán hjá Landsbankanum í Luxemborg upp á 150 milljónir evra eða 25 milljarðar króna á núvirði. Síðustu 18 mánuðina fyrir fall Landsbankans sveifluðust heildar útlán bankans til hóps Björgólfs Thors í kringum 20% af eigin fé Landsbankans, en þess má geta að Landsbankinn reiddi sig að stórum hluta á ICEF-reikningana til að fjármagna sig á þessum tíma. Á einum tímapunkti námu áhættu skuldbindingar, það er útlán gagnvart Björgólfi Thor, 50% af eigin fé Landsbankans. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að meiri háttar brot hafi verið að ræða á 30. grein laga fjármálafyrirtæki. Í skýrslunni segir jafnframt að brot bankans hafi verið sérstaklega ámælisvert í ljósi þess að lántakinn var annar af aðal eigendum bankans. Þorbjörn Þórðarson sagði frá þessu. Exista, stærsti eigandi Kaupþings og tengd félög, fengu yfir 300 milljarða króna að láni hjá bönkunum. Sigríður Mogensen segir frá því. Exista var stærsti einstaki hluthafi Kaupþings með yfir 50 hlut. Heildarútlán stóru bankana þriggja til Exista og tengdra félaga sveifluðust í kringum 2 milljarða evra síðustu 2 árin fyrir fall bankana. Það eru 340 milljarðar króna á gengi dagsins í dag. Megnið af útlánunum var til Exista sjálfs, Símans og Lýsingar. Félög Bakkavararbræðra eru einnig í hópnum. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að útlán Kaupþings til Robert Cengiz og félaga hans hafi verið umfram það sem eðlilegt gat talist á viðskiptalegum forsendum. Cengiz var stærsti lántakandi Kaupþings og sat í stjórn Exista. Í skýrslunni segir að það sé ámælisvert að áhættu stýringar bankana hafi leyft þeirri áhættu sem hefur verið lýst varðandi lán til Baugs-samstæðunnar, Björgólfsfeðga og Exista og áreinar við fleiri fyrirtækjasamstæður að byggjast upp. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði á Alþingi í dag að skýrslan boðaði þáttaskil og væri áskorun heiðarlegt uppgjör og nýja starfshætti. Heimir Már Pétursson, okkar maður, er á Alþingi. Við skiptum þangað og hann fær til sín forsætisráðherra. Já, þetta hingaður komin Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra. Þú talar það á Alþingi í dag að þessi skýrsla markaði þáttaskil, en kannski áðunum förum að því. Ræðum aðeins ábyrgð þíns flokks sem þú fer nú fyrir. Er ekki ljóst að þið í ríkisstjórninni fyrir ríkisstjórn og formaður flokksins hefur ekki staðið sig í brúnni? Já, við skulum nú líta á hlutunni eins og þeir eru. Það kom fram í skýrslunni að það hefur raunverulega ekkert hægt að bjarga þessu bankakerfi eftir 2006. Og kannski tókum við of mikið mark á aðvörunum sem komið fram hjá eftirlitsstofnunum að fjármálastöðugleikanum væri ekki ógnað og kannski ofmátu við þann tíma sem að var til stefnu, en það var auðvitað ýmislegt gert, en við vorum á vaktinni, við kjörum það auðvitað. En verður ekki Samfylkingin að axla ábyrgð þessu? Það kemur fram í skýrslunni og enginn þeirra 147 sem komu fyrir nefndina vildi axla neina ábyrgð. Er það ekki svolítið skrítið í þessu máli að enginn ætlar að axla neina ábyrgð? Og þarf Samfylkingin ekki að taka á sig sinn þáttu því að hún sat í ríkisstjórn í 18 mánuði áður en þetta gerðist? Ég vil nú minna á að það hefur enginn flokkur eins og Samfylkingin axlað ábyrgð. Það var 4 sagt af sér. Ég minna á Björgvin, hann sagði af sér, Jón Sigurðsson, 2 bankaráðsmenn Samfylkingarinnar á sínu tíma. Björgvin, hann hefur núna sagt sig frá þingflokksformennsku, þannig að það er nú nokkuð. Hvernig getur það gerst að Seðlabanki, ríkisstjórn, fjármálaeftirlit og sem að eiga að hafa sameiginlega eftirlit með fjármálakerfinu, að það gerir það ekki? Þú sast í ríkisstjórn á þessum tíma, hvað vissir þú meðan þú sast inn í ríkisstjórn? Já, það er náttúrulega ljóst að við eldum mjög eftirlitsstofnanirnar með að við sátum þarna. Það var greinilega ekki nóg aðgert og ég held að það sé alveg ljóst að eftirlitsstofnanirnar hafa sérstaklega brugðist og þetta brást margt í þessu, líka stjórnmálin, eftirlitsstofnanir, fjölmiðlarnir líka, þannig að það var margt sem brást í þessu og það er ótrúlega að sjá í þessari skýrslu hvað siðferðisþátturinn, til dæmis inn í bönkunum hafa fótum tróðin, hafa engin. Græðgin var þar alls ráðandi og þessi skýrsla, mér þykir mjög vænt hvað hún er vel unnin og hvað hún er afgerandi og hvað eru margar góðar tillögur og ábendingar sem við munum taka á, en þetta er auðvitað áfall þessi skýrsla og áfallsdómar á margar hluti hér í samfélaginu. Ráðherra ábyrgðin, landsdómur, finnst þér að hann eigi að koma saman og draga þessa menn til ábyrgðar? Ég ætla mér nú að leyfa þessum degi að líða á við fyrir að tala landsdóm í þessu sambandi. Ég held að menn þurfi aðeins svigrúm til þess að skoða þessi mál, en þeir sem bera ábyrgð eiga auðvitað að bera ábyrgð á þessu mál og það verður að taka á þessa mikilli festu og nú er það þingnefndarinnar að skoða þetta mál og við skulum gefa henni aðeins svigrúm til þess, en
ég fullvissa þig það að stjórnvöld og ég sem forsætisráðherra mun taka á þeim hlutum sem þarf að taka á og við erum raunverulega þegar byrjuð á því. Getur almenningur treyst því að núverandi stjórnvöld séu ekki eins sofandi á verðinum og stjórnvöld voru á þessum tíma? Ég held að allir hljótum að læra að þessu sem hefur skeð hér á undanförnum árum og ég held að það sé lærdóm. Eru það á verðinu? Það mun allir verða á verðinum og við hljótum að draga lærdóm af þessu máli og þessi sannlega skýrsla er einmitt til þess og við munum vinda okkur strax í það á morgun að fara yfir ýmsa þætti sem koma fram í skýrslunni og við erum raunverulega þegar byrjuð að taka á ýmsum þáttum sem þar koma fram í stjórnkerfinu til þess að bæta þar stjórnhætti. Jóhanna Sigurðardóttir komist ekki lengri í bili, þakka fyrir þetta og skiptum aftur upp í Skaftahlíð. Takk fyrir þetta Heimir Már, við heyrum meira frá þér á eftir. Heimir Már ræðir við forystufólk flokkana hér á eftir í þessum fréttatíma. Við ætlum að segja ykkur næst frá því að rannsóknarnefndin vill að sérstakur saksóknari taki til rannsóknar fjölmargar grunsemdir alvarleg lögbrot. Það Andri Ólafsson sem segir frá því. Rannsóknarnefndin beinir því til sérstaks saksóknara að rannsaka hvort stjórnendur peningamarkaðssjóða bankana hafi gerst brotlegir við lög. Sjóðirnir voru samtals 94 en nefndin telur að vafi leiki á að þeim hafi verið stjórnað með lögmætum hætti og að fjárfestingastefna þeirra hafi verið í lagi. Þá vill nefndin að saksóknari rannsaki afskipti eigenda og stjórnenda að ákvörðunum einstök viðskipti en misbrestur virðist hafa verið á því. Nefndin segir að endurskoðendur bankana og annarra fjármálafyrirtækja hafi ekki sinnt skyldum sínum nægilega og að þeir kunni hafa gerst sekir refsiverða háttsemi og tekur dæmi af rekstrarkostnaði útibús Kaupþings í Lundúnum. Þá vill nefndin að saksóknari rannsaki ákvörðun Landsbankans að banna starfsmönnum sínum að innleysa kaupréttarsamninga í árslok 2007. Nefndin vísar því til saksóknara að rannsaka hvort bankarnir 3 hafi á árunum 2008 verið komnir með veð í eigin bréfum langt umfram það 10% hámark sem kveðið er á í hlutafélagalögum. Þá ýmsum lánveitingum bankana vísa til rannsóknar. Meðal þess sem þar má nefna lán Kaupþings til kýpverska félagsins Desula Trading til kaupa á hlutabréfum í Kaupþingi fyrir 13,4 milljarða og hálfs milljarðs lán til Karamba, eignarhaldsfélags Björns Inga Hrafnssonar til kaupa í Kaupþingi. Andri Ólafsson sagði frá 10 þingmenn og 1 borgarfulltrúi fengu á 9. milljarð króna að láni í bönkunum. Sjálfstæðisþingmenn skulduðu langmest en bæði formaður og varaformaður flokksins eru á lista yfir stærstu skuldara. Björn Ingi Hrafnsson, fyrrverandi borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, skuldaði Kaupþingi yfir hálfan milljarð króna. Breki Logason segir frá. Í skýrslunni sérstaklega rætt lánafyrirgreiðslur til alþingismanna en listi nær yfir þá þingmenn sem höfðu ásamt maka og félögum þeirra heildarlánastöðu yfir 100 milljónum króna á tímabilinu. Í langa efsta sæti listans Sólveig Pétursdóttir fyrrum dómsmálaráðherra og síðar forseti Alþingis en í lok júlí 2007 var hámarksstaða tengd henni 3.635 milljónir króna. Flest lánin voru á vegum eiginmanns hennar Kristins Björnssonar. Lán sem tengjast Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrrum menntamálaráðherra og núverandi varaformanni Sjálfstæðisflokksins námu í september 2008 1.683 milljónum króna. Öll veruleg lán sem tengjast henni voru á vegum Kristjáns Arasonar eiginmanns hennar. Herdís Þórðardóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins frá 2007 til 2009 í 3. sæti listans en lán tengd henni námu 1.020 milljónum króna. Lúðvík Bergvinsson með 755 milljónir, Jónína Bjartmarz 293 milljónir og fyrrum félagsmálaráðherrann Árni Magnússon með 265 milljónir króna. Það var Ármann Kr. Ólafsson með 248 milljónir og núverandi formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson 174. Það var þær Ásta Möller með 141 milljón tengda sér og Ólöf Nordal með 113 milljónir króna. Á listanum eru 7 sjálfstæðismenn, 1 samfylkingamaður og 2 framsóknarmenn en athygli vekur að þau Þorgerður Bjarni og Ólöf Nordal eru þau einu sem enn sitja á Alþingi. Þegar þetta tekið saman hafa þessir 10 kjörnu fulltrúar, makar þeirra og tengd félög fengið á 9. milljarð króna í lánafyrirgreiðslur. Það vekur athygli að framsóknarmaðurinn og fyrrum borgarfulltrúinn Björn Ingi Hrafnsson var með 563 milljónir en öll lánin voru veitt af Kaupþingi banka HF. Björn Ingi var síðar ritstjóri markaðarins, viðskiptablaðs Fréttablaðsins og stjórnaði samnefndum þætti á Stöð 2. Í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér vegna málsins í dag segir hann ekkert óeðlilegt hafa verið á ferðinni. Þá kemur einnig fram að Glitnir hafi boðið Birni Inga í laxveiði skömmu áður en reimálið sprakk út.
Breki Logason sagði frá. Nú Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra líkti stöðu mála á Íslandi í aðdraganda að bankahruninu við Tyrkjaránið í Vestmannaeyjum á 17. öldinni. Við skiptum nú aftur yfir á Alþingi. Þar hann Heimir Már og fær til sín fjármálaráðherra. Heimir. Já, það rétt. Fjármálaráðherra líkti bankamálinu við Tyrkjaránið hér í ræðu á Alþingi í dag. Við byrjum nú kannski ekki það aftarlega í sögunni Steingrímur akkurat núna, en þú sagði líka rán varða og rán skal það heita. Þetta eru stór orð. Já, en mér finnst þetta og mér líður svona þegar ég les þessu ósköp. Í raun var okkar góða samfélagi rænt. Því var rænt í þágu innfluttrar, meingallarar, mannfjandsamlegar hugmyndafræði sem að hefur leikið okkur mjög grátt og við erum núna að borga reikninginn, sitjum upp með gríðarlegt tjón sem afleiðing þessara stefnu. Og í mínum huga það fyrst og fremst tvennt sem stendur upp úr eftir lestur skýrslunnar og það skýra samhengi sem hún setur hlutina í. Það að þetta var hugmyndafræði, það var breytt hérna samfélaginu, það var undirbúið með einkavæðingu og pólitískum ákvörðun með því að draga úr eftirliti og síðan það andvaraleysið og hversu sárgrætilega illa með notuðu tíman eða öllu heldur notuðan ekki á árunum meðan enn var hægt að taka í tauman. Það sláandi í skýrslunni líka, það talaði það ríkisstjórn, Seðlabanki, fjármálaeftirlit og samstarfsmenn Seðlabanka og fjármálaeftirlits, allir sváfu á verðinum. Hvernig getur þetta gerst í einu samfélagi? Allir þessir aðilar eru steinsofandi á verðinum. Það mikið umhugsunarefni fyrir okkur öll. Það líka umhugsunarefni fyrir þessa stofnun Alþingi. Hvar var það á þessum tíma að sinna aðhaldshlutverki sínu? Við reyndum hér örfá en við vorum svo fá og í svo miklu minnihluta og þá svo auðvelt að afgreiða okkur út af borðinu. Þetta líka umhugsunarefni fyrir fjölmiðla, fyrir fræðasamfélagi. Af hverju var ekki meira aðhald veitt? Kannski komust menn upp með þennan sofandahátt vegna þess að það var ekki nægjanlegt lýðræðislegt aðhald. Þetta gengisfall gagnrýnnar hugsunar og þess áreiti sem þarf alltaf að vera í gangi til þess að menn komist ekki upp með slíka hluti. Þið eru saksökuð það hér á stjórnarandstöðunni í dag að þið séu kannski að ganga langt í hina áttina við þessa hugmyndafræði sem þú nefnir. Ríkisstjórnin að ganga allt of langt í áttir ríkisafskipta, hærri skatta og svo framvegis? Nei, ef eitthvað þá sýnir þessi skýrsla það að við þurfum að vera nógu kjarkmikil í að taka núna stefnubreytinguna sem að burtu frá þessum ósköpum sem fóru svona með okkur. Og ég kvíði því ekki að það mun ekki hafa hljómgrunn hér á komandi misserum og árum að við ætlum aldrei að endurtaka þessi mistök. Við ætlum aftur að byggja upp gott, sterkt, lýðræðislegt velferðarsamfélag. Við ætlum að bannfæra græðgina og þessa skaðlegu viðskiptahætti sem þarna áttu sér stað. Við verðum að hafa sterkt ríkisvald, sterkt eftirlitskerfi og við verðum að gæta almannahagsmuna. 3 fyrrverandi ráðherrar eru sagðir hafa sýnt af sér vanrækslu. Landsdómur eini dómurinn sem getur tekið fyrir mál ráðherra. Finnst þér að það ætti að gerast? Það vandasama verk fer núna til sérnefndarinnar að meta það og taka við niðurstöðum skýrslunar og ég held að sé heppilegt að við alþingismenn öll sem erum í raun ákæruvaldið ef til slíks kemur gætum orða okkar hvað það varðar. Þannig að ég vil fyrst og fremst að nefndin fái nú vinnufrið, skili sínu hlutverki en ég vil líka að allir sem þarna eiga í hlut og alveg sérstaklega þeir sem fengu andmæla rétt við samningu skýrslunar en eru engu að síður taldir sekir vanrækslu að þeir líti í eigin barm og ég bíð eftir viðbrögðum þeirra. Og axli ábyrgð. Og axli ábyrgð. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra, þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar hérna á Alþingi og við förum aftur upp í Skaftahlíð. Takk fyrir þetta, Heimir Már. Hann stendur vaktina í Alþingishúsinu styrkum fótum. Við heyrum frá honum meira hér á eftir. En hér rétt handan við hornið, öllu heldur eftir andartak, fær Kristján Már Unnarsson hingað til sín í beina útsendingu rannsóknarnefnd Alþingis ásamt Geir H. Haarde, fyrrum forsætisráðherra. Hann var forsætisráðherra í hruninu. Hann spyr þau vanræksluna og við spyrjum síðan núverandi formann Sjálfstæðisflokksins út í milljarðalán til stjórnmálamanna og hans eigin lán. Við förum ítarlega yfir 20 milljarða launin sem bankastjórarnir greiddu sjálfum sér. Fjöllum persónu Davíðs Oddssonar, áhrif hans á hrunið og þjóðnýtingu Glitnis og fjöllum líka ítarlega þátt fjölmiðla. Svo farið ekki langt, við verðum hér eftir andartak. Komið sæl aftur, rannsóknarnefnd Alþingis, hún situr hér hjá okkur í myndverinu. Páll Hreinsson, formaður, Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis og Sigríður Benediktsdóttir, hagfræðikennari við Yale Háskóla í Bandaríkjunum. Tryggvi, mér langar að byrja á þér því að við hafðum nú fræg ummæli í vetur að þú hefði verið, við það að gráta. Hvað var það? Nú getur þú upplýst okkur. Hvað var það sem svona sveið mest?
Já, það var í raun og veru svo mynd kannski sem við gátum opinberað í dag og myndin í raun og veru tvíþætt. Það annars vegar það sem var að gerast í bönkunum á þessum tíma, á þessum örstutta tíma og síðan í raun og veru að stjórnvöld skildu ekki bregðast við þeim upplýsingum sem þó voru þar framkomnar. Við erum átt okkur á því að þarna var verið að fara með verulega hagsmuni þjóðarinnar og þetta tók á. Og það voru fyrst og fremst það að sjá að menn skildi ekki geta brugðist við þessu á réttum tíma. Páll, það voru kannski margir sem heldu að það kæmu ekki fram mikla nýja fréttir, það væri búið að segja allt. En núna þegar þið hafið sendt frá okkur skýrslur og þið eru búin að liggja yfir þessu í 1,5 ár, er þetta kannski miklu ljótari og verri mynd en þið gátuð ímyndið ykkur? Það sem gerðist þarna í aðdraganda hrunsins. Þetta er miklu umfangsmóra heldur en nokkuð óraði fyrir þegar nefndin var sett af stað til vinnu og starfsvið hennar ákveðið og það var nokkuð ljóst að þegar við höfum unnið í 8-9 mánuði þá vorum við komin loksins að verða með í hús þær upplýsingar sem við þurftum og þá kom alltaf skýrur og skýrur í ljós að það voru vandamál á miklu fleiri stöðum en heldur en nokkuð sem var óraði fyrir þannig að það þurfti að vinna þetta ítarlegar þannig að menn fengju þessa heildarsýn sem við höfum verið að tefla frá núna í skýrslunni. Við höfum engungu náð að tefla fram einhverjum 400 síðum sem hefðu verið mjög knappar og ekki náð að taka það þeirri dýrt ef við hefðum staðið tímamörk. Þetta var einfaldlega að vera miklu starra verkefni heldur en nokkuð gat. Er þetta miklu ljótari mynd? Já, hún er það. Já. Sigríður, menn sjá þarna einhver draga fram einhvers svona 4 orsakaþætti hrunsins. Það eru gerðir stjórnenda bankanna og eigenda þeirra, andvarleysi stjórnvalda gagnvart bönkunum og útþenslu þeirra. Það eru hagstjórnarmistök stjórnvalda og svo geta eftirlitsstofnana. Og mér hefur sýnst í dag að menn hafi kannski túlkað þessa skýrslu þannig að langþyngst vegi hvernig bankarnir og eigendur þeirra hegðuðu sér. Er það rétt túlkun? Já, sjálfsögðu, þeir eru gjaldþrota og það eru þeirra aðgerðir og þeirra útlán og þeirra starfsemi sem fjall, eins og maður segir. En á sama tíma þá er alveg ljóst eftirlitsaðilinn hefði átt að vera ljóst þeir hvatar sem eru innan svona stofnana. Svoleiðis að við teljum að eftirlitskerfið hefði átt að vera komið í gang betur en það eru lánin sem veitt eru innan bankana sem eru veitt til svipara áhættu of mikið og þar að leiðandi leið og það fer að syrta í álinn þá fer allt niður á við hér því miður og eins og segi skammtíma fjármögnunar áhætta og útlána áhætta sem er of tengt saman. Má túlka þetta svo að stóru sökudólgarnir í hruninu séu aðal eigendur bankana, það er að segja útrásarvíkingarnir svoköldu. Má ekki draga þá ályktun? Það sé ekki að niðurstöðu. Það er nú alveg erfitt að setja merkimiðan á nákvæmlega tiltekna einstaklinga en það er alveg ljóst að stjórnendur og eigendur bankana gengu fram með mikilli áhættusækni og þær áhættur voru teknar fyrir nokkrum árum. Já. En voru þeir allir jafn slæmir eða voru sumir skárri en aðrir? Ég myndi ekki reyna að gera upp um milli þeirra. Það er allavega sláandi að sjá að í öllum bönkunum þá eru eigendurnir stærstu lántakendur og á sama tíma líka þá eru oft fyrirtæki sem eru tengd þeim sem eru samt ótengd þeim í lánabókunum áfram niður lánabókin alla. Var þarna kannski frammi risastórt bankarán innanfram? Var það sem gerðist? Það er sjálfsög kannski ekki að svara því alveg nákvæmlega en það er auðvitað ljóst að lán þessara aðila voru verulega ómikil. Og ef að skoða eru listar yfir stærstu áhættuskuldbindninga bankana að þá eru aðilar eigendur og tengdir þeim þar í efstu sætum í mörgum tilvikum og það hlýtur að vera ástæða til að spyrja sig það er eitt jú að eiga banka það er annað að taka lán eigandi bankans nýtur ávaxtana í formi arðs af greiðslum en þarna eru lántökur. Já. Það var margir talað að orsaki bankahrunsins væru einhverju leyti alþjóðlegar, fall Lehman bræðra, en það er ekki ykkar niðurstaða. Þetta sé fyrst og fremst íslenskt hrun. Lausafjárkrísan hafði veruleg áhrif, en ég held að Lehmans fallið hafi ekki verið alveg eins stórt eins og margir hafa spilað það, vegna þess að það voru veruleg óveðurskeið þegar búin að hlaðast upp á Íslandi fyrir það, en það alveg hreina línur að frá byrjun ágúst 2007 þegar lausafjárkrísan byrjar og bankarnir hætta að geta fjármagna sig eins og þeir gerðu áður á skuldabréfamörkuðum, þá hlóðust upp alls konar áhættur innan bankakerfisins, bæði að lán voru flutt heim
og fjármögnunin var mjög stutt. Helsta slagorð búsáhaldabyltingarinnar var vanhæf ríkisstjórn. Var það ekki raun hárrétt? Já, nú hafa menn efnið til að lesa skýrsluna og dæmi hver fyrir sig. Já. Þið teljið að 3 ráðherrar hafi sýnt þarna vanrækslu, en það vekur athygli að annar oddviti ríkisstjórnar ekki þar á meðal, sem var utanríkisráðherra. Er það bara vegna formsins af því að Ingibjörg Sólrún var utanríkisráðherra og að forminu til var hún ekki, fór hún ekki með efnahagsmála? Er það bara þess vegna sem hún er síknuð? Reglur okkar stjórnskipunar gera ráð fyrir því að sá ráðherra sem fer með málefnasviði beri ábyrgð á því, og það hagar þannig til að þau viðfangsefni sem að þarna að ræða, þau heyra ekki undir utanríkisráðuneytið og þar er leiðandi ekki undir utanríkisráðherra. Það er eins og alveg ljóst að sem oddviti annars stjórnarflokksins kom utanríkisráðherra að þessu. Það verður að svara því pólitískt slíka ábyrgð. Hún getur ekki fallið undir þar mælikvarða sem við höfum að því að verða mistök og vanrækslu. Sú er ástæðan. Nei, annað sem ykkur athygli er þáttur Davíðs Oddssonar og Seðlabankans. Margir hafa talið hann kannski einn af höfuðpörum hrunsins, en sumum finnst hann kannski fá milda svona afgreiðslu. Hann hafi kannski bara á síðustu metrónum sýnt að sig vanrækslu. Var hann kannski bara maður sem reyndi að verja það sem var hægt að verja? Það er alveg ljóst að í skýrslunni kemur fram margvísleg gagnrýni á Seðlabankann til þess að því að varðar hagstjórnarlegu atriði. Það eru líka gagnrýndar varðandi veðlán sem að bankinn veitir og margvísleg önnur atriði. En við megum ekki gleyma því að það kemur líka fram að af hálfu Seðlabankans var ítrekað varað við því ástandi sem var að skapast í bönkunum. Því var komið á framfæri við ríkisstjórnina. Því var líka komið á framfæri af hálfu Seðlabankans inn á svokallar samráðshóp stjórnvaldana. Þannig að þessar upplýsingar voru konar fram og það var kallað eftir viðbrögðum. Þau kom ekki frá stjórnvöldum. Síðan gerum við hins vegar athugasemdir við hvernig staðið var að ákveðnum hlutum undir lok tímabilsins. Það var ekki tekið á Landsbankanum og því gagnrýnir líka hvernig Seðlabankinn tók á Glitni, eða er það ekki sem hann hafi gert rétt þar. Sumir hafa sagt Davíð Oddsson hann hélt með Landsbankanum en hún var nöp við eigendur Glitnis. Var eitthvað svoleiðis í spilunum hana? Það er ekkert að setja fingurinn á það þó að menn hafi látið ykkur orð falla, en það sem við sjáum hins vegar og bendum á varðandi Glitni er að þarna hefur ástandið versnað dag frá degi, nokkra dagar frá falli Lehmanns, og það þurfti einfallega að fara inn í Glitni og skoða bækurnar og meta hann og afla nægilegar upplýsinga til að hægt var að leggja mat á hvert var í skynsamlegt framhald. Þegar svo Seðlabankinn fékk þessar upplýsingar í hendur nokkrum dögum síðar, þá var mönnum ljóst á svipstundu að þessi lausn gat ekki haldið til lengdar. Nei, þið talið þarna ykkur verið tíðrætt hagstjórnarmistök stjórnvalda. Hvað vegur þar þyngst? Hvað fór úrskeiðis? Ég myndi halda að það væri helst árin 2005 og 2006 þegar þenslan var að hefjast og var í fullum gangi eins og maður segir, og tilslaganir í útlánareglum Íbúðalánasjóðs koma ofarlega í huga vegna þess að það voru ráðleggingar frá sérfræðingum, bæði frá Hagfræðistofnun og Seðlabanka Íslands sem að gera þetta ekki á þessum tímapunkti. Það var samt farið út í þær aðgerðir. Skattalækkanir á sama tíma og þenslan er mikil, eru heldur ekkert sérlega ráðlegar. Voru menn kannski að gera allt rangt sem hægt var að gera öll? Nei, það var gegn öllum kennisetningum í hagfræði? Nei, en þetta var misráðið, og það sem meira er, við erum ekki reyna að vera vitur eftir á, heldur erum við að benda á samtímagögn þar sem að sérfræðingar voru að benda og þetta væri ekki gott, og þá er ekki bara hvaða sérfræðingur út í bæ sem það er Seðlabankinn, það er Hagfræðistofnun, það eru stofnanir sem eru sammála að þetta eru ekki réttar ákvarðanir. Þið segið það er enginn sem viðurkennir mistök. Sýnir engin iðrun, engin það sem komið fyrir nettina? Sýnir engin iðrun? Við skulum orða það þannig að það gekkst engin við ábyrgð í skýrslutöku hjá nefndinni og í bréfaskiptum við þá sem að þarna koma mestu sögum. Nú er þeir auðvitað eftir að taka til máls aftur og við skulum þá bara sjá hvernig það land liggur. Þakka fyrir komuna. Heimunum Már Pétursson er tilbúin með viðmælendur niður í Alþingi og yfir til þín Heimir. Já, Kristján, við erum hér komið með formann Sjálfstæðisflokksins, Bjarna Benediktsson. Fyrst, Bjarni, í skýrslunni er í raun og veru bankahrunið rakið allt aftur til misheppnaðrar einkavæðingar bankana á sínum tíma. Þar voru þinn flokkur og Framsóknarflokkur við völd fyrir að það var gert. Voru mistök í einkavæðingunni? Mér finnst mikilvægt að það komi fram fyrst við erum að ræða einkavæðinguna hér,
að ég lest það út úr skýrslunni að það hefði ekki verið mistök að einkavæða bankana. Hins vegar hafi regluverkinu verið ábótavant og ég verð að segja það alveg svo sem svarið þessari spurningu að sjálfsögðu ber Sjálfstæðisflokkurinn ábyrgð á þeim göllum á regluverkinu sem að fyrirfinnast svona eftir á að hyggja frá einkavæðingu bankana. Voru við í meiri frjálshyggju heldur en jafnvel frjálshyggju landið sjálft? Bandaríkin, fóru við ennþá lengra í þeim efnum? Nei, það held ég alls ekki. Það sem var fyrst og fremst var það að við hefðum átt að halda okkur við þá stefnu sem að barist var fyrir innan Sjálfstæðisflokksins sem að tryggja dreift eignarhald. Ég held að menn hafi gert allt of mikið úr mikilvægi þess að vera með stóra, einstaka kjölfestu fjárfesta í bönkunum. Það núna orðið ljóst að það skorti á skýrari reglur og miklu strangari reglur viðskipti eigenda bankana við bankana sjálfa, veðsetningar bankana, lánveitingar með veðum í bréfum í bönkunum sjálfum gengur hófi fram og þetta eru svona helstu dæmin það sem var að við einkavæðingarferli. Ykkur eftir gengst engin við ábyrgð sem fór til nefndarinnar til yfirheyrslu, gengst engin við ábyrgð. Hefur Sjálfstæðisflokkurinn sem sat við völd í 18 ár nægjanlega gengist við þeirri ábyrgð sem hann bar á ástandinu? Ég held að það sé bara einn mælikvarði á það og hann tilfinning kjósenda fyrir þessu. Ég skynja það að fólki finnst Sjálfstæðisflokkurinn ekki hafa nægilega axlað sína ábyrgð og ég hyggst bregðast við því og það hljótum við að gera með því að afmarka skýrar á hverju við teljum okkur í Sjálfstæðisflokknum bera ábyrgð og hvaða lærdómi hyggjumst draga af því sem hér hefur gerst. En ég verð þó að segja af þessu tilefni að fyrrverandi formaður flokksins Geir Haarde tók það skýrt fram í landsfundaræðu sinni í fyrra að hann bæri ábyrgð á ákveðnum þáttum og hann baðst afsökunar á því. Rétt að lokum, það eru 7 af 10 þingmönnum sem nefnir sem tengja stórum lánveitingum í bankakjörunum. Þú ert einn af þeim. Það tengjast þarna 174 milljónir þínu nafni. Er þetta eðlileg tengsl þingmanna við bankakjörfið? Ég held að verða að meta það í hverju tilviki. Það þarf að skoða tryggingar og veð sem eru fyrir viðkomandi lánum. Í mínu tilviki, það er eina tilviki sem ég get talað fyrir, voru mjög örugg veð. Það er þannig með þessi lán að þau eru öll að fullu uppgerð. Ég hef borgað allar þessar skuldir, þannig að ég sé ekki að hafi verið neitt óeðlilegt við lánveitingar í mínu tilviki. Tíminn er stuttur hjá okkur, Benni Grimmur, bara rétt að lokum, er skýrslan uppbyggileg? Er þetta byggja á þessari skýrslu? Já, ég verð að segja það að skýrslan er mjög uppbyggileg og hún veitir okkur ríkt tækifæri hér á þinginu til þess að gera upp við þennan tíma og svara spurningunum það hvað nákvæmlega var það sem fór úrskeiðis, hvaða lærdóm ætlum við að draga af því og hvernig ætlum við að halda áfram að byggja upp lífskjörin í landinu. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, þakkaði kærlega fyrir komuna til okkar hérna á Alþingi og við segjum þetta þá gott úr Alþingishúsinu í bili og skiptum upp í Skaftahlíð. Takk fyrir það, Heimir Már, við heyrum aftur frá þér á eftir. Víkjum nú að því að bankastjórar Seðlabankans sýndu af sér verulega vanrækslu og viðhöfðu ótæk vinnubrögð við þjóðnýtingu Glitnis að mati rannsóknarnefndarinnar. Davíð Oddsson, Seðlabankastjóri, hótaði efnahagsráðgjafa ríkisstjórnarinnar hvað skyldu persónulega sjá til þess að Tryggva yrði ólíft á Íslandi þar sem eftir væri ef honum tækist ekki að sannfæra Geir Haarde þjóðnýtingu Glitnis. Lóa Bindaldísadóttir tekur nú við. Rannsóknarskýrslan fer ítarlega yfir atburðarásina Glitnishelgina í lok september 2008 þegar ákveðið var að þjóðnýta Glitni. Kaflinn er áfellisdómur yfir vinnubrögðum Seðlabankans þessa helgi. Meðal annars hafi rannsókn á stöðu Glitnis verið ófullnægjandi og Seðlabankinn ekki beitt heimild sem hann þó hafði til að fara inn í Glitni og sækja sér upplýsingar. Davíð og fleiri töldu sig ekki hafa haft heimild til þess, því hafnar rannsóknarnefndin. Niðurstaða nefndarinnar, Seðlabankinn hafði ekki næga yfirsýn yfir stöðu Glitnis og þar með ekki forsendur til að meta hvort hinn afdrifaríka ákvörðun þjóðnýtingu væri skynsamleg leið. Þessi vinnubrögð kalla nefndin verulega vanrækslu af hálfu bankastjórnar Seðlabankans. 2 dögum eftir að málið var frágengið barst hins vegar Seðlabankanum yfirlit úr lánabók Glitnis yfir 30 stærstu skuldara bankans. Davíð segir þá svo frá. Ég var nú eiginlega fyrir sjokki þarna daginn eftir. Þá sé ég að eigandi bankans virðist í þeim tölum skulda 170 milljarða. Þá er forstjóri fjármálaeftirlitsins staddur í bankanum og mér var svo mikið þetta að ég hljóp niður og sýndi honum þessar tölur. Það sem var sko Baugur, Gaumur og FL Group og Landic Property. Þá sagði forstjóri fjármálaeftirlitsins: "Þú miskilur þetta er ekkert sömu aðilarnir." Þá landi ég nú fast í borðið og sagði: "Þú talar ekki svona við mig, drengur." Þá gagnrýnir nefndin harðlega að engin skrifleg gögn voru til taks fyrir talsmenn Glitnis á sunnudagskvöldinu þegar þeim var tilkynnt 75% af kaup ríkis á bankanum. Það kallar nefndin ótæk vinnubrögð af hálfu Seðlabankans.
Þótt nefndin telji nú að Seðlabankinn hafi í raun í illa undirbúnu flaustri tekið þessa afdrifaríku ákvörðun var Davíð svo samfærður þjóðnýtingarleiðina að hann var tilbúinn á sunnudagskvöldinu að beita öllum brögðum til að fá efnahagsráðgjafa ríkisstjórnarinnar Tryggva Þór Herbertsson, sem leist illa á hugmyndina, til að tala máli hennar. Þeir Tryggvi eiga síðan einkasamtalin á skrifstofu Davíðs þar sem seðlabankastjóri, samkvæmt frásögn Tryggva, hótar efnahagsráðgjafa ríkisstjórnarinnar ef honum ekki tekst að samfæra forsætisráðherra ágæti tillögu þjóðnýtingu Glitnis. Ég var rétt byrjaður, þá trylltist hann, sagði að ég væri að grafa undan tillögum hans og sagði: þarna situr forsætisráðherra frammi og skelfur eins og lauf í vindi og getur ekki tekið ákvörðun. Ef þetta gengur ekki fram, mun ég persónlega sjá til þess að þér verði ólíft á Íslandi það sem eftir er. Lóa Pind Aldísadóttir sagði frá þessu, hún jafnframt með næstu frétt sem hún byrjar svona: heift, harðar deilur, tortryggni og eitrað andrúmsloft milli ráðherra Samfylkingar og Davíðs Oddssonar þvældist fyrir þegar seðlabankastjórinn Davíð upplýsti stjórnvöldum stöðu bankana. Persóna hans og pólitísk fortíð hafði bein áhrif á neyðarviðbrögð stjórnvalda að mati rannsóknarnefndarinnar. Fyrri stjórnmálaþáttaka formanns bankastjórnar Seðlabankans hafði bein áhrif á það hvernig ráðherra brugðust við upplýsingum sem formaðurinn, það er Davíð, flutti fulltrúum ríkisstjórnarinnar alvarlega stöðu bankana. Það er deginum ljósara að seta Davíðs hér í Seðlabankanum markaði verulega samskipti Seðlabankans og stjórnvalda. Þannig varð harkalegt rifrildi milli Davíðs og bankamálaráðherra Evrópumál til þess að þeir hittust ekki á fundi í nærri heilt ár, og það örlagaríkt ár í bankasögu þjóðarinnar. Þeir hittust svo ekki aftur á fundi fyrir nokkrum dögum fyrir fall bankana. En persóna Davíðs þvældist ekki bara fyrir svörnum andstæðingum hans í pólitíkinni, heldur einnig samherjum. Þannig lýsir Geir Haarde samskiptum sínum við Davíð, samstarfsmanni hans til 40 ára og gamals vinar, við skýrslutöku svo. Og það má segja að það við flækt okkar samstarf, vegna þess að maður gæti ekki alltaf átt að segja á því hvenær hann var að tala við mig sem minn forveri í starfi út af einhverju sem hann vissi, og hvenær hann var embættismaður að ráðleggja forsætisráðherranum. Þetta var flókið. Sérstaklega vegna þess að honum hætti til að vera stóristur, taka djúpt í árinni, dramatisera. Þá hafi Geir gjarnan deilt með 2 eða 4 í frásögn Davíðs. Persóna Davíðs leiddi þannig til þess að mati rannsóknarnefndarinnar að sérfræði þekking manna í Seðlabankanum hafi lítt notið við þegar neyðarlögin voru saman. Viðvörunum úr Seðlabanka hafi verið tekið með tortryggni. Þegar Geir lagði til að Davíð leiti 3 manna neyðarstjórn í byrjun október, hótaði Össur Skarphéðinsson stjórnarslitum. Og þegar Davíð stakk upp á þjóðstjórn var vantraustið slíkt að ráðherrar úr báðum flokkum töldu honum bæri að víkja úr stóli seðlabankastjóra. Þá er haft eftir Jóni Steinsinni hagfræðingi í skýrslunni að starfsmenn Seðlabankans hefðu sagt Jóni að Davíð Oddsson talaði Geir sem idiot. Af þessu verður ekki ráðið að mikið traust hafi verið á milli þessara veigamiklu stofnana í íslensku fjármálakerfi. Sagði Lóa Pind. 10 launahæstu starfsmenn stóru bankana 3 fengu 22,5 milljarð króna í laun á árunum 2004 til 2008. Bónusgreiðslur virðast hafa verið háðar mati æðstu stjórnenda og ekki tengst rekstrar árangri bankana. Guðný Helga Herbertsdóttir segir frá þessu. Rannsóknarnefndin hefur tekið saman laun starfsmanna og stjórnenda bankana árin 2004 til 2008 og hafa þau verið framreiknuð. 10 æðstu stjórnendur Glitnis fengu rúma 6 milljarða króna í laun. Bjarni Ármannsson, fyrrverandi forstjóri, fékk rúman milljarð og Lárus Velding 340 milljónir króna á 4 mánaða tímabili. Meðal mánaðarlaun Bjarna 5-földuðust á 3 árum og enduði í rúmum 50 milljónum króna á mánuði árið 2007. Rannsóknarnefndin reiknar það til að kostnaður Glitnis af samningnum við Lárus hafi verið 5,1 milljarður króna þegar hann var gerður og fjalli hann til á 5 árum. Ráðning Lárusar og samþykki á ráðningakjörum hans fór fram á 35 mínútna löngum stjórnarfundi. Vekur þetta spurningar vandaða stjórnarhætti. Launauppgjöri við Bjarna og lán til Lárusar vekja sérstaka athygli nefndarinnar og segir meðal annars að spurningar vakni hvort ársreikningurinn fyrir árið 2007 hafi verið í samræmi við góðar reikningsskilavenjur þar sem lykiltölur varðandi þessi atriði vanti.
10 launahæstu starfsmenn Landsbankans fengu rúma 7 milljarða króna í laun á árunum 2004 til 8. Af þeirri upphæð fengu bankastjórarnir Sigurjón Þórn Árnason og Halldór J. Kristjánsson 1,7 milljarð króna. Heildar mánaðarlaun Sigurjóns rúmlega nífölduðust frá árinu 2004 til 8 og voru tæpar 35 milljónir króna að meðaltali á mánuði árið 2008. Heildar mánaðarlaun Halldórs voru tæpar 3 milljónir að meðaltali á mánuði árið 2004 en fóru í rúmar 25 milljónir að meðaltali á mánuði árið 2005. Árin 2006 til 8 voru launin á bilinu 8,5 til 13 milljónir króna. Alls fengu 10 launahæstu starfsmenn Kaupþings 9,5 milljarð króna í laun á árunum 2004 til 8. Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri bankans, fékk á sama tímabili rúma 3 milljarða króna í laun. Árið 2007 námu heildarlaun hans tæplega 159 földum launum meðal starfsmanns í bankanum. Þá var árlegur rekstrakostnaður útibús Kaupþings í London vegna stjórnarformannsins Sigurðar Einarssonar ekki undir eftirliti innri eða ytri endurskoðenda bankans. Frá maí 2005 til september 2008 nam kostnaður vegna launa Sigurðar, bónusa, húsnæðiskostnaðar og fleira rúmum 1,3 milljarði króna. Rannsóknarnefnd Alþingis bendir á að bónusgreiðslur hafi verið háðar huglægu mati stjórnenda. Það athyglisverð þróun að bónusgreiðslur til stjórnenda eru hæstar á árinu 2008. Lán til starfsmannabankana þriggja stóðu í tæpum 130 milljörðum króna við fall þeirra. Lánveitingarnar hvöttu starfsmennina og stjórnendur til að taka mikla áhættu. Það er Guðný Helga aftur. Á árunum 2003 til 8 voru gerðir ríflega 100 samningar við starfsmenn Glitnis hlutabréfakaup í bankanum. Heildarlán til starfsmanna Glitnis stóðu í 55 milljörðum króna í september 2008. Sú fjárhæð samsvaraði á þeim tíma 17% af eigin fjárgrunni bankans. Þorsteinn Már Baldvinsson sem tók við stjórnarformennsku í bankanum hinn 20. febrúar 2008 boðaði að ekki yrðu gerðir slíkir samningar við starfsmenn þar sem þeir ættu að vera háðir því að raunverulegur árangur næðist. Í maí sama ár voru þó veitt lán til eignarhaldsfélaga 14 starfsmanna bankans og eins stjórnarmanns, alls að upphæð 8,3 milljörðum króna. 13 af eignarhaldsfélögunum 15 voru stofnuð sama daginn, 17. maí 2008 af KPMG. Á 3,5 ári eða frá ársbyrjun 2005 ríflega 8-földuðust lán sem Kaupþing veitti starfsmönnum sínum til hlutafjárkaupa í bankanum og stóði 45 milljörðum króna í upphafi árs 2008 eða tæplega 10% af eigin fjárgrunni bankans. Lánin stóði í 60 milljörðum króna við fall hans í byrjun október 2008. Lánveitingar af því tagi sem Kaupþing og Glitnir veittu starfsmönnum sínum hafa verið bannaðar í Bandaríkjunum frá árinu 1950. Í skýrslunni segir að slíkar lánveitingar hafi hvatt starfsmenn og stjórnendur til mikillar áhættutöku sem hafði í för með sér mikil og áhættusöm útlán. Ólíkt hinum bönkunum tveimur fjármagnaði Landsbankinn hlutabréfakaup starfsmanna sinna með lánum frá hinum bönkunum, mest þó frá Straumi. Bréfin voru geymd í félögum í þekktum skattaskjólum. Fáir starfsmenn Landsbankans tóku lán í eigin nafni eða nafni eignarhaldsfélaga í þeirra eigu hjá útibúum Landsbankans á Íslandi að upphæð 100 milljónum króna eða meira. Landsbankinn lánaði alls tæplega 2 milljarða til starfsmanna sem fengu meira en 100 milljónir að láni hver. 40% þeirra lána sem Landsbankinn veitti starfsmönnum sínum gengu til Guðmundar Péturs Davíðssonar eða 800 milljónir króna. Hann er bróðursonur Björgúls Guðmundssonar. Heildar útlán allra starfsmanna Landsbankans sem voru útistandandi við fall hans námu alls 14 milljörðum króna. Í skýrslunni segir að hvatakerfi bankans hafi verið til þess fallið að hafa veruleg áhrif á rekstrarskilyrði hans. Guðný Helga sagði frá. Í lok september 2008 skulduðu 20 stærstu skuldarar íslensku hlutabankana rúmlega 1400 milljarða króna. Í skýrslunni er birtur listi þar sem skuldirnar eru vegnar út frá eiginlegum eignarhlut viðkomandi í fyrirtækjunum. Robert Cengiz er þar efstur með 306,2 milljarða króna og Ólafur Ólafsson í öðru sæti með 164,1 milljarð. Athygli vekur að Jón Ásgeir Jóhannesson og eiginkona hans og foreldrar eru öll meðal 20 stærstu skuldarana en skuldir þeirra í lok september 2008 námu 307,6 milljörðum króna.
Innan bankana ríkti mikið virðingarleysi fyrir lögum og reglum. Meira var lagt upp úr mannskap í skemmtideildum en eftirliti. Almenningur virðist hafa verið blekktur með ýmsu móti. Þetta meðal niðurstaðna hóps sem kannaði siðferði innan bankana. Karin Kjartansdóttir segir frá. Berlegt áhugaleysi var innan bankana á vönduðum vinnubrögðum og virðingarleysi fyrir lögum og reglum ríkti þar. Þetta meðal niðurstaðna sérfræðinga sem fór yfir siðferði í bönkunum. Sigurður Einarsson, fyrrverandi stjórnarformaður Kaupþings, sagði í viðtali við nefndina að laun sín hefðu verið óheyrilega lág. Stjórnendur gerðu mikið úr ábyrgð sinni. En ábyrgðin náði ekki mjög langt. Í siðferðikaflanum til dæmis fjallað það hvernig stjórnendur bankana byrja að reyna að bjarga sér, eins og það orðað, þegar verulega tekur að hrikta í stóðunum. Í Kaupþingi voru ábyrgðir felldar niður hjá lykilstjórnendum því ekki mátti þeir selja því þá hefði það spurst út á markaðinn að eitthvað veri að. Lárus Velding færði fjármuni til útlanda eða réttara sagt hreinsað út af reikningi sínum 318 milljónir rétt eftir að hafa lýst því yfir í viðtali að bankinn hans væri traustur. Hagur bankans góður, staðan sterk. Og nú vinnum við áfram. Stjórnendur í Landsbanka eins og Sigurjón Þörn Árnason og Elín Sigfúsdóttir færðu eignir lífeyrissjóða sinna yfir í ríkisskuldabréf í byrjun október en aðrir tóku til við að færa húseignir yfir á nöfn maka sinna. Þá telur vinnuhópurinn að þeim sem áttu að koma að innra eftirliti bankana og tryggja góða starfshætti þeirra hafi verið gert erfitt fyrir og á þá hafi verið litið sem gleðispilla. Og einn orðaða þannig að það hefði náttúrulega verið meiri mannskapur í ferða- og skemmtideildinni heldur en í eftirlitsgeiranum sem var þá regluvarsla, innri endurskoðun og áhættustýring. Í bönkunum eftir einkavæðingu naut lítill hópur stærstu eigenda mikilla forréttinda. Almenningur áttaði sig ekki á breyttum starfsháttum en fjölmörg dæmi eru það hvernig reynt var að blekkja einstaklinga til viðskipta. Það að segja fólk sem ekki hafði forsendur til að vita hvernig starfshættir væru hjá bönkunum. Það ýmsar vísbendingar það að það hafi fólk hafi verið blekkt þegar það var verið að auglýsa til dæmis peningamarkasjóðina og allskyns varnaðarform. Og það var ekki fylgt þessum ströngu reglum sem á að fylgja. Þá ríkti aðgerðarleysi eða pólitísk lömunarveiki eins og það kallað í skýrslunni meðal stjórnmálamanna.